Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Björn Þorláksson og hjá mér Gunnar Smári. Jæja, Gunnar Smári, hvað ég rek augun í það að það verið að skrifa fréttir sósíalistaflokkinn og það verið að skrifa fréttir sem tengjast þér. Málið það að það var haldinn aðalfundur án þess að þú, einn af stofnendum og margir aðrir fengu að vita af honum og samþykkti aðalfundurinn eitthvað sem að þið hinn hefðu viljað hafa áhrif á eða? Ég veit ekki hvað aðalfundurinn samþykkti. Það komið einhverja fréttir að Jón Ferdinand Esterarsson hafi verið kjörinn formaður. Ég hef ekki séð annað sem hafi verið samþykkt. Það voru einhverjar víðtækar lagabreytingar, síns mér. Já. Jú, eitthvað að fækka stjórnum og það eitthvað svona. Ég hef ekki séð alveg skýra fréttir af þessu, en það var verið að kvarta svolítið yfir því að bæði var fundurinn haldur í leyni. Það var ekki bara ég, það var bara fjölda fólk sem ekki fengu boð, hann var hvergi auglýstur. Þess að hann hefði verið kynntur á félagsfundi þarna á Hverfisgötunni. Og svo það væri valið hverjir fengu fundarboð. Og svo sem að sendi það út, eða lætur eins og hann hefði sendt það út, hann segir það að senda á 1700 manns, það voru 2500 manns í flokknum. Eftir flottan mikla, eftir fundin. Já. Og það sem verið að fjalla mynda á Facebook, þá segir eitthvað svona, ég fekk ekki boð, eins og ég hef skrifað það. Og þá kemur alveg heil hera fólki sem í flokknum og fekk ekki boð. Já. Þannig að það boðað til fundarins sem bara boðað þeim sem núverandi forystu velviljaðir. Þannig var það þegar þeir stofnuðu Sósíalistafélag Reykjavíkur. Það vissi ég lengi af því í flokknum sem bjó í Reykjavík. En allt í einu var komið Sósíalistafélag Reykjavíkur og téður Jón Ferdinand kosinn, glimrandi kosningu, meðal þeirra sem hann valdi að yrða á fundurum. Og það einhverjir félagar sem upplifa þetta bara sem eins og þjófnað, að vera að stela félaginu. Þú kemst í einhverja stjórn með því að smala. Og næsta aðalfundi þá gætur á því að hafa aðalfundi þannig að venjulegi félagsmenn komist ekki á fundin. Þannig að þú heldur völdum og getur ráðstafað eignum sem allir félagar eiga í sameiningu. Ég veit ekki, það einhver svona félagaskrá hjá ríkisskattstjóra. En þetta kannski þraut fyrir lögmenn að veltaði fyrir sér hvert á að kæra svona. Eitthvað getur bara kært þetta til löggunar. Þú varst náttúrulega prímus mótor í þessum flokki. Ég hef ekki verið að skipta mér á núna. Nú ég sá að Jón Ferdinand var að segja að það hefði verið álíka vitlaust að ég fengi boðana fund sem búin að vera í flokknum frá upphafi og ekkert sagt með úr honum. Eins og Guðrún Hafsteinsdóttir væri boðið á fund samfélíkana. Þannig að þeir upplifað einhvern veginn að ég sé að einhver prímus mótor í einhverjum öðrum stjórnmálaflokk sem ég kannast ekki við. Ég bara dreinir við stjórnmálaflokkur sem ég hef verið í. En skiptir það þig máli úr því sem komið að þú sért félagi í sósíalistaflokknum og hafi verið einhver ítök sem slíkur? Ég vissi það fyrir að við gerðum kannanir á viðhorfum félagsmanna og það voru svona 7% sem voru svona einhver liti á bandi þessa fólks. En svo náðu þeir að smala og skrá inn í flokkinn og eins og heimilt að bara fólk mæti bara á aðalfund. Og þeir náðu kjör í stjórninnar. Og já. Hefur þetta áhrif? Hvað þetta spyrja? Ég var að spyrja hvort það skipti þið máli, hvort það væri þýðing að því fyrir því Já, vegna þess að þetta var bara lítill minnihluti sem náði stjórnmálum einhvern veginn og hefur síðan rekið flokkinn svona sem sitt, getur bara ákveðið sjálft, þessi verðugur og þessi ekki verðugur, þessi sósíalisti og þessi ekki sósíalisti og bara komið út í eitthvað svona rugl, sko. Og skiptir það mjög máli, skiptir það mjög svona persónulega máli, mér finnst það bara eðlilegt að fólk sem gekk í flokkinn, að margir gengi í flokkinn svona fyrir mín orð og meðan að ég og fleiri vorum að svona móta stefnuna og leiðina flokk og vildu þannig flokk og ég var alltaf vissum og verið vissum það ennþá og mikill meirihluti félagsmann í flokknum vill ekki þetta sem núna, en það vita þau það sjálf sem að halda, í stjórnmálum, að þau verða að halda aðalfundin í leyni, einhvers staðar á ónefndum stað norður í landi, fólk sem að skráði sig fekk ekki eins og að vita hvað það ætti að vera, sko. Og það var ekki að vera á summi, eins og held ég að ég sé þetta
vera, held ég, á öllum fundum nema kannski í landsfundi Sjálfstæðisflokksins. Ég meina, sem er nú oft svona til þess að hjálpa fólki sem býr hérna utan Reykjavíkur að taka þátt á Zoomið. Og svo eru fundirnir kannski út á landi eins og þarna, þetta verður þar í Eyjafirði. Og þá yfirleitt fólki búið að mæta á Zoomi. Og þannig var það til dæmis á fundinum þar sem að þau smöluðu og náðu meirihluta, þá mætti fólk á Zoom. Já, nú var einu sinni band eða taug á milli Sósíalistaflokksins og Samstöðvarinnar. Það eru örugglega einhverjir sem spyrja sig núna sem er að hlusta á okkur eða horfa á okkur. Hafa þessar væringar í Sósíalistaflokknum einhver áhrif á stöðu Samstöðvarinnar í framtíðinni? Samstöðin er hérna í eigu Alþýðufélagsins og Alþýðufélag er alveg ótengt Sjálfstæðisflokknum. Já. Sjálfstæðisflokkurinn lagði til stuðning við uppbyggingu Samstöðvarinnar. Já. Þá var þetta stjórn taldi að vera mikilvægt að það yrði til fjölmiðill og umræðu vettvangur sem að væri ekki svona í eigu auðmanna eða væri svona handbendi ykkurs eins og þú veist við erum með Moggann og Viðskiptablaðið og þetta. Þannig að það var talið vera mikilvægt. Við gætum raunverulega ekki háð einhverja baráttu ef við værum alltaf á heimavelli, hvað við segja, auðvaldsins. Að það væri hægt að búa til annars konar fjölmiðl sem að væri breiðari og opnari fyrir alls konar sjónarmiðum. Og ég held að það hafi bara tekist vel. Og það reyndist Sjálfstæðisflokknum vel. Hann til dæmis fékk tvöfalt meira atkvæði í borgarstjórnarkosningunum 2022 en síðast. Helmingaðist fylgið. Og fylgið sem að flokkur fékk núna er eitthvað ívið meira en þegar ég var í þingkosningum bauð mér fram í hálfri Reykjavík. Þannig að þetta er gríðarlegt áfall fyrir flokkinn. Þó að þetta fagnaði að þau verið náð inn borgarfulltrúa mjög efnilegum stjórnmálamanni virðist mér. En það er ekki kannski verk þessara manna sem eru að standa að fundabóðinu og eru slíku. Nei, en það er sem stengir fjármunir lengur sem koma pólitískir til Samstöðvarinnar. Nei, og þeir voru aldrei pólitískir. Þeir voru bara framlag til þess að byggja upp og það var litið svo á að það veri gott þetta væri sjálfstætt. Það væri ekki undir hælnum á okkur flokki. Pældi í því að Samstöðin væri undir hælnum á þessum mönnum. Hvaða grín væri hér í gangi. Þeir geti ekki svona boðað alla félaga á aðalfund flokksins. Hverja heldur myndu boða í viðtöl? Þeir sætu og töluðu við sjálfa sig út í eitt. Það er bara þannig. Þeir stofnuðu verið fyrir svona rúma árið, ég man það ekki. Þá stofnuðu þeir eitthvað sem heit málgagnið, sem er ætluð að sýna hvernig þeir ætluð að byggja fjölmiðil. Ég held að það hefur verið eitthvað lífsmark með því, ég held í 2,5 dag, sko. Það dói þetta í höndunum aðeins. Það sem fólk áttar sig ekki á því að galdurinn við að stofna fjölmiðil er rosaleg þrautsega. Það eru svo margir sem reyna að stofna fjölmiðla en það er svo erfitt að láta fjölmiðil lifa og þú með alla þína reynslu. Það er líka erfitt að stofna stjórnmálaflokk sem hefur ykkur áhrif í samfélaginu. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hafi haft það. Hann kom að stofnum Samstöðvarinnar, hann kom að stofnum leigjendasamtakana. Það vita það líklega flestir að hann var svona prímusmóturinn í því að koma B-listanum til valda í Eflingu. Þannig hann hafði áhrif í verkalýðshreyfingunni, í fjölmiðlum, í hagsmunabaráttu almennings. Hann hafði mikil áhrif í almennu umræðu. Ég held að áhrif Sjálfstæðisflokksins í dag séu engin. En þarna kom fólk inn sem sagði, Jónas Kristjánsson kallaði þetta því að hann fjölmiðla. Hann sagði oft um mig Smári, þú verður að vara þig á nú get ég fólkinu. Þú býrð eitthvað til og kemur alltaf nú get ég fólkið og telur sér geta gert eitthvað svipað. Og þá er ég ekki að mikla það þessu. En það er hellingur af fólki sem horfir á eitthvað sem er gert og telur að það eigi sjálft einhvern veginn rétt á að vera aðili að því án þess kannski gera sér grein fyrir hvað vinna liggur á bakvið að gera það sko. Ég sagði í gamla daga þegar við vorum að tala um fjölmiðla eða þú vísaði í fjölmiðla að það eru til svona 2 tegundir af ritstjórum. Það er þeir sem að taka stöðuna og mæta á frumsýningarnar og svona og þeir sem taka starfið sem er náttúrulega eilífur djöfis skítmókstur. Já, einmitt.
við þekkjum báður skítmóksturinn í áratugunar ástótt þín störf hafi nú verið önnur en mín og þinn heimavöllur annar en minn, ég var nú lengst af fyrir norðan. En En ég sá að var verið að kvarta yfir, það var aldrei friður í kringum sósíalista og minnst það nú svo meðlilegt, það var einhver svona vinstrimaður sem að segja að við ættum núna eiginlega að vera að einbeita okkur á því að skamma samfylkinguna fyrir að hafa hleypt í gegn frumvarpi Viðreisnar sem að var eiginlega samið af Sjálfstæðisflokknum, Guðrúnu Hafsteinsdóttur. Heldur að þetta máli eftir að skaða samfylkinguna? Já, ég held að. Ég held að það er alveg sama hvað það er. Við getum séð með VG að til dæmis svona flaður upp NATO og svona það sem er verið að brjóta gegn einhverju sem maður geti talað sem er svona hjarta flokksins. Samvisku. Að það er aldrei ókeypis sko. Með VG lifir þetta ekki af sko. Og það eru fjölmargir í samfylkingunni sem að vilja að samfylkingin standi vörðum svona mannúð og þegar samfylkingin er að gera eitthvað sem að barnaheilar á móti, sem að Rauði krossinn er á móti, þá hugsar þetta fólk býtu, erum við á réttir leið? Erum við, are we the baddies? eins og margir hafa séð á netinu. Já. Þannig að ég held að þetta sé mjög alvarlegt og þetta kemur líka svona fylgið heldur að dala og síðasta könnun Gallup benti til þess að það gæti verið að dala hratt. Að það veri svona einhver afleiðing af 17. kosningunum. Ég veit ekki hvað það getur verið. Kannski er það svona skyndileg áhrif en kannski er það aðeins meira langvarandi. Og það er tap sem er svona á því að vera óumræðarlega efstur. Að þá fylgir fólk sér yfirleitt sá sem er í fólk vilur í sigurliðinu og þannig er bara lífið að það virðist vera að dala en svo kemur þetta svona annar staða frá sem ég vil heldur ekki vera ég vil vera í liði sko mennskunni, ekki skepnunum sem alltaf að lýsa yfir einhverju sigri yfir mannúðinni, hefur ekki tekið því það eru ótrúlega ánægðir með að hafa sigrað einhverja mannúð og það sé ekki hlustað á þetta góða fólk og er allir að mikla sig af því að hafa drepið mannúðina. Það var svolítið sterkt augnablik síðastliðin föstudag í beinni útsendingu í vikuskamti þegar Þórildur Sunna, Pírati, benti þeim tveimur frá samfylkingunni, Margréti Tryggvadóttur og Marinósdóttur, Magneu Marinósdóttur á að flokkurinn þeirra væri svo gjörbreyttur frá því að önnur umræðum útlendingamál fór fram fyrir 5 árum að það stæði sko ekkert eftir af því sem samfylkingin sagði þá. Það kom í ljós. Ég held að hafi verið næstu í þetta mál sem var til umræðu í þinginu og þá voru það bara Píratarnir, Þórildur Sunna og félagar sem voru upp í pontu að andmæla þessu. Samfylkingin bara dróð sér til hlés sem er náttúrulega allt annað heldur en var gert á meðan að Logi var formaður. Logi var sko beitti sér eiginlega harðast í þessum málum. Já. Mér minni það, svona þegar hann fer upp í pontu og talar svona sem formaður samfylkingarnar af einhverju hörku þá var það oftast í þessum málum. En svo þegar Kristrún tekur við þá bara tekin ákvörðun það að við græðum ekkert á þessi kosningastjóri og þá bara tökum við ekki þátt í þessu. Og niðurstaðan er náttúrulega svo að samfylkingin var að samþykkja núna lög sem að ganga þvert á svona samvisku stórs hluta félagana, það er bara þannig. Já, það voru forvitnilegt að sjá hvernig þetta þróast. Og kjarnin í kringum Kristrún segir, við verðum bara að kyngja því að þetta er leiðin til þess að sigra. Venjulegi félagsmenn hugsa ekki þannig. Nei. Þeir vilja bara vera í flokki sem er sómakend. Ég tekja eftir að heitumræða þetta sem ég held að ég eftir að tegja sig. Síðan er orðið óljóst hvort það verði afgreitt hvernig þingið klárast. Já, og við erum ennþá undir hamrinu hvað var það fjölmiðlafrumvarpið er það ekki? Styrkir? Jú, það er það var stemt að því að afgreiða á vorþingi. Ef að það verður ekki að þá mun það líklega bara vera afgreitt stuttu fyrir jól.
sem að ég held að enginn anninn á þingi sko vilji raunverulega sko. En þetta veikir stöðu lítilla fjölmiðla í viðkvæmri stöðu eins og okkar. Já, þetta er náttúrulega erfitt að hafa alltaf þessa óvissu sko. Já, það er ekki lög stuðningu fjölmiðla í gildi í dag. Nei. Þannig að ef að fer sem horfir þá verður ekki stuðningur og það, ég finna við fengið svolítið smáeira sko, en það eru aðrir fjölmiðlar sem eru miklu háðar þessu, þetta er stór hluti af tekjum heimildarinnar. Mjög stór, sérstaklega síðasta úthlutun vegna þess að þau voru svo mörg en þeim hefur fækkað mjög mikið í ritstjórninni, þannig að það er það sem að sumir fjölmiðlar hafa gert, þeir hafa stór fækkað í ritstjórninni, þannig að næsta greiðsla verður ansi rýr miðað við fyrri greiðslur. Þetta er ekki sjálfbær módel sko, menn er að éta sig upp að innan og við þurfum á ykkar stuðningi að halda hlustendur og áhorfendur í ljósi þessara stöðu. En hefur að fara í þáttinn í kvöld, hún Ásdís okkar á Olsen, hún ætlar að ræða við Mörtu Eiríksdóttur, nokkra kennara og jógakonu í lok þáttarins sem segir erfiðustu ár ævi sinnar hafa verið þegar hún fékk Lyme sjúkdóminn og hún náði með einhverjum töfrabröðum að sigrast á honum og það ræða þetta í lokin. Nú þar á undan kemur maður sem ég var bara að kynnast í dag, ég hef aldrei hitt hann áður en við höfum stundum spjallað saman á internetinu og það er Bjarni M. Bjarnason rithöfundur, þekkir þú hann eitthvað? Gunnar Smári, hefurðu hitt Bjarna M. Bjarnason? Nei, ég heilsa honum hérna í dag, svo hann ég hef einhvern tímann síðan áður, veit svona hver hann er. Veistu hvað er áhuga að vera stuðan á mann? Hann naut eiginlega engra grunnskólagöngu og ekki heldur. Já, hann skrifaði sko mjög góða bók æsku sína sem er það sem hann er eiginlega svona hálfgett villibatt sko. Hann er villibatt. Og fyrir vikið þá er greindans önnur heldur en greind venjulegs fólks. Já, borgar sig ekki að fara í skóla sko. Annars verður það bara eins og hinir. Já, ég held að þetta geti verið fólk. Ég vona að segja enginn að hlusta en ég eiginlega mæli með því að fólk sleppi því sko. Já, ég er svolítið skotin í því líka. En hann kemur hingað, hann Bjarni, og hann ætlar að ræða hvers konar hlutskipti það er að skrifa eitt stykki doktorsritgerð á kaffihúsi. Og hann er mögulega bara fyrsti Íslendingurinn ef ekki bara fyrsti maðurinn í heiminum til að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi. Ég veit það ekki. En með reyndu það kannski og svo duttuður voru droppátt eftir það. Hann þurfti að ferðast með rosalega mikið af heimildum á milli staða. En á hverju var hann að þessu? Ég held ég hafa hann bara gleymt að spyrja hann að því. Ekki næði heima. Sumir eru náttúrulega þannig að ég veit að sumir eru mjög viðkvæmir fyrir svona erli. Mér finnst það fínt að vera að skrifa sko innan eril. En það sem kemur fram er að hann telur að umhverfi hafi sko markað efnistökin, stílinn og fleira. Og svo líka húmor í doktorsritgerðinu og jafnvel svo mikill að sumum yfirlesurum finnst nóg og kannski var það bara hið félagslega í kringum hann. Þannig að það verður gaman að heyra hvað hann Bjarni hefur að segja, hann er mjög áhugaverður náungi. Þar á undan ætlar hann Hallgrímur Oddsson, hagfræðingur í Brussel, að koma til ykkur og ræða glænýja skýrslu ESB og rekstrarumhverfi fyrirtækja. Það eru svona tollar, gjaldmiðlar og svona geopolítiskar sviptingar sem hann rýnir í. Þetta er skýrsla sem að félag atvinnurekenda bað hann að skrifa og hún verður eitthvað til kynningar í kvöld og á morgun. En svona fyrir þá sem að eru enn að velta fyrir sér þessum ESB-málum, þá er þetta enn eitt gagnið af sjálfst fleirum sem nú eru á leiðinni til þess að við vitum eitthvað. Þú ætlar svo að heyra í gömlum félaga samstöðarinnar heimsmálin, ekki satt? Já, það er ekki Norður Akureyrar að tala við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor. Við förum svona reglulega yfir heimsmálin, það er alltaf nóg að taka. Það er stríð í Miðausturlöndum og Trump í vandræðum heima fyrir en ég held að við munum kannski aðeins setja smá fókus á Evrópu. Svona í síðast þegar ég spjallaði við hana fórum við eiginlega vítt heiminn en strönduðum áður við komum að Evrópu. Þannig ég held að við reynum aðeins að horfa á Evrópu, bæði kannski svolítið Evrópusambandi svona í tilefni af því sem við Íslendingar að gera. Bretarnir eru reyndar að mælast það að þessu mun fleiri Bretar sem vilja ganga aftur inn.
Ég veit ekki hvort það sé pólitískt mögulegt að búa til svoleiðis þjóðaratkvæðagreiðslu. Og hvað mun eiginlega gerast í Bretlandi á meðan á henni stendur, það er þið kostulegt. En svo náttúrulega hefur stríðið í Úkraínu náttúrulega mikil áhrif á Evrópu og hvað er að gerast í Rússlandi en svo líka í Miðausturlöndum. Þannig að Hilmar Þór er nú skeptiskur á aðild Íslendinga að ESB, er það ekki rétt skilið hjá mér? Já, mér heyrist það. Hann er, ég held að myndi orða þannig að hann er ekki sérstakur aðdáandi Evrópusambandsins. Nei, hann er það ekki. Og það er ekki endilega þannig að þú meira sem þú kynnist í, að því hrifnari verður. Það er ekki endilega þannig. Nei. Og ég segi þetta vegna þess að hann er náttúrulega sérfræðingur í Eystrasaltslandunum og Mið-Evrópu og þekkir þetta mjög vel. Ef það væri til leið þar sem við getum lækkað verðbólgu hér og verðum með venjulega vexti en þyrftum ekki að ganga í Evrópusambandið, þá held ég að það sé svo leið sem að kannski flestir Íslendingar myndu sætta sig. En þessi kosning í haust, hún er það hvort það eigi að fara í viðræður. Jú, en við erum bara fullu einhvern veginn í næsta skrifi. Heldur að kosningarna muni snúast hvort við viljum við Evrópusambandið eða ekki? Ég veit ekki hvað Mér finnst það svona mísað þegar maður hitti fólk. Já, ég veit ekki. Hitti nú hvað heita þeir Hverju ég á að svara? Ég veit ekki hverju ég á að svara. Ég átta mikið á því af hverju umræðan þróaðist í þá átt sem hún gerði að þetta fór bara strax að verða eins og það væri þar næsti fasi hvort þetta eru hagsmunavarsla, trúabröð, tilfinningahiti, hvað það er Ég skil ekki umræðina sem hefur orðið síðan kellurna 3 þarna lögðu fram þessa þingsályktun tillögu Þannig að það er bara deila það hvað málið er. Sum mál verða þannig Það hefur verið deilt svona út frá hvaða sjónarhorni eigum við að horfa á málið. En heldur þetta sé ekki bara bellibröð hjá minnihlutaflokkunum á þingi? Heldur þetta sé heiðarleg andstæða sem að þau eru alltaf að segja okkur að þetta snúist eitthvað allt annað en það sem að þessi kosning snýst í mínum huga. Hún er bara, ætlum við að henda þessu út í hásu eða ætlum við að skoða eitthvað? En minnihlutin segir alltaf að þetta snúist ekki það. Heldur bara að ganga inn í ESB eða ekki. Heldur að það sé heiðarlegt viðbragð hjá þeim eða heldur þetta séu bellibröð? Ég veit ekki. Nei. Ég var að fór í sjúkraþjálfun í morgun og svo labba niður klappastíðin og þá kallað á mig og Pétur Jóhann Já, Grínisti. Já. Þá hann þar í bíl og blessaður eitthvað og við hliðina á honum sveppi og þeir eru með eitthvað aðvar sem heitir beint í bílinn og ætluðu ákváðu hann á staðnum og upptakan var í gangi Þannig þeir ákváðu þetta væri fyndið eitthvað að fá mig innan gluggan og sveppi vildi spyrja mig að því að ég þykist að vita öllu hvað ætti að kjósa ég sagði og fekk eiginlega Jóhann í lið með mér að þetta væri ekki sniðugt fyrir þá að ætla að gera skemmtiefni úr þessu mér finnst vera svolítið þungi í þessu það er margir sem að maður heyrir og er að tjá sig rosalegur hiti og læti í fólki sláttur Þannig ég veit ekki alveg hvort að þetta verður með léttspjall Evrópusambandið í Ekki á þessum tímapunkti. Þess að þeir eru að keyra bæinn og ætla að reyna að komast að því hvernig þeir eiga að kjósa. Akkurat. Þetta ákvæmst betur við, eins og betur við við rauðaborðið að ræðum Evrópusambandið. Já, kannski. Við ráðum betur við það. En þá er ekki annað eftir en að kynna fyrir ykkur hlustendum og áhorfendum viðtal sem að ég held að eigi eftir að vekja athygli. Það er við hana Margréti Friðriks sem leyfði sér að kalla einn af dómurum Íslands mellu og hún fékk nú að einhverju leyti bágt fyrir það. Hún dæmt fyrir það, ekki? Jú, en að öðru leyti þá var nú má segja það að það hafi verið svolítið varlegur dómur yfir henni og hún vil meina það
að dómskerfið og svona ákveðin elíta embættismanna hér á Íslandi, það sé mikil spilling og samtrygging. Við heyrum oft samtryggingu embættismanna. Hvað meinar þessi veiku dómur? Hún bara dæmd fyrir meiðyrði og fær... Ummælin voru ekki dæmd dauð og ómerk, eins og oft Heldur. Þau eru bara ekki dæmd dauð og ómerk. Og fyrir hvað hann dæmd þá? Við vorum bara að lesa dóminn eða hlusta á viðtalið við Margréti. En Margrét sem sagt búin að vera... Ég bara skjóti inn að því að meiðyrðadómar eru yfirleitt veikir, þetta kannski 200 krónur sekt. Jú. En Margrét hefur semst verið í hópi þeirra Íslendinga sem hefur verið slaufað ansi hressilega og einhverjir munu bregðast hart við og verða reiðir yfir því að samstöðin ræði við Margréti. Við Ásdís Olsen ræðum við hana Margréti saman í þetta skiptið. Og mín persónulega skoðun er svo að fjölmiðlar eiga yfirleitt ekki að hafa þá reglu að kansilera viðmælendum, heldur reyna að átta sig á því af hverju segir manneskjan það sem hún segir, af hverju gerir hún það sem hún gerir. Mitt hlutverk er ekki sem blaðamaður að vera dómari, heldur að reyna að draga upp einhverja mynd af fólki þannig að almenningur, hlustendur og áhorfendur skilji eitthvað betur. Og við ætlum að hefja þáttinn á þessu samtali við Margréti Friðriks núna eftir. Og Gunnar Smári, þú ætlar að enda þetta hjá okkur með því að fara með með ræðinu þína góðu. Þetta er nú eiginlega engin ræða, þetta er nú bara ábending að samstöðin er til vegna stuðnings áskrifenda fyrst og fremst sem að leggja okkur lið. Grunn áskriftin er 2750 og langflestir borga það í mánuði til þess að halda samstöðinni gangandi og gefinni færi á að vaksa. Sumir borga meira og þú getur slegist innan hóp. Ég veit að það eru margir þarna úti sem eru kannski fyrir löngu búin að ákveða að það sé rétt að ganga í hóp áskrifanda samstöðunar til þess að tryggja framtíðinnar. En hafi ekki látið verið að því, þannig erum við oft, það er flest svona líkamsræktarstaða flest er þannig að þeir eru svona á leiðin í ræktina. Það eru margir sem reykja sem eru alveg að fara að hætta að reykja. Það eru margir áskrifendur sem eru ekki ennþá orðnir áskrifendur. Ef að þú ert í þeim hópi, þá hveti ég til þess að kýla á það eins og sagt er og fara inn á samstöðum.is, það er knappur sem ástendur áskrift. Það getur skráð þig á að vera mjög einfalt. Ef það er eitthvað vandi þá leysum við það. En við ætlum að skjóta inn auglýsingum og svo kemur viðtal með undirtóni. Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. PISA-prófið mælir getu í því að lesa milli línanna erfiða fræðilega texta. Það er beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram og með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.